Já, velkomin í annan þátt á Tveir fellar, þáttur 98, þetta alveg að bresta á, 100. þáttur alveg að fara að koma út. Yes sir. Ákoma bara til næstu viku og allt gengur upp. En herri, ég sitt hérna með DJI Pocket 3 og þetta Creator komboið, það með svona auka batteri og mic sem ég ekki með á mér, hann þannig. Já, og tösku, carrying pouch og ógeðslega nett, þannig ef þið að skella ykkur ferðalag bara inn á innanlands eða úti, þá mæli ég ógeðslega mikið þessu til að taka allt upp og það er svo fyrirferða lítil og getur bara tekið henni svona og þá er hann ennþá minni. Yes. En já, maður er ógeðslega mikið með þessu vél, tekur ógeðslega góð gæði, bara ógeðslega góð svona vloggingvél. Það er allir að reyna að vera influencer í dag og svona. Reyna? Það er allir influencer. Það er allir influencer í dag. En svo erum við með gjafaleik líka með Reykjavík Photo. Einmitt. Þið getið tjekkja honum, hann er á TikTok. Já, ef vil ég vinna svona... Er það í þetta? Hann er í þetta. Já, við erum að gefa svona filmuvélar og við dröfum á 20. desember og... Já, það er svona. Já, gjafaleikurinn er live á TikTokinni okkur, Tveir fellar. Yes. Þannig eins og það er að gera er kommenta bara einhver vin. Já. Og þá eru bara komin í potinn, sko. Þannig já, njótið þáttarins með Jakobi. Já. Komið sæl, ég heiti Jakob Birgisson. Þú ert að hlusta á Tveir fellar og kíktu líka á Skóla lífsins á sjónvarpi Símans. Þú varst með meistari Jakob, en þú hætti því eitthvað? Nei, ég er raun og verið ekkert hætti því, sko. Það er bara... ekki á Facebook lengur? Nei, það er raun og verið bara sýning uppháðlega sem hét það og nafnið festist við mig, sko. Það var svolítið hannig. Já, ég skil. Þannig ég gerði ekkert mikið út af það, sko. Það bara festist, sko. Það var sniðugt nafn. Já, mjög gott, sko. Það er mjög gott. En var það þá sýning bara út fyrir sig? Já, það var fyrsta sýningin. Hún hét það, sko. Hún hét bara Mr. Jakob, þannig að og það bara festist í raun og veru. Þá kallaði fólk mig bara Mr. Jakob, sko. Gerir enn í raun og veru. Já, það er svolítið í því, sko. Það er svona perfect TikTok-nafn, eða svona samfélagsmiðlunafn. Já, í raun og veru, sko. En ég hef einhvern veginn ekkert, gert mikið út af það, sko. Ég hef aldrei, ég veit ekki af hverju. Ég hef bara verið Jakob Birgisson. Já. Þannig já, við erum bara byrjaðir. Jakob Birgisson. Góð byrjun. Þú hérst eins og Mr. Jakob. Já, ég var skýrður Mr. Nei. Ég bara fíla það, sko. Þannig er það, sko. Ég hef bara sett með það, sko. Hvað varstu gamall þegar hann fyrsta sýningin var? Ég var 29, þetta var hann að haustu eftir MR. Það var í 4 ára kerunni, sko. Já. Ég veit ekki, hvað eru þið gamlir? 2004. 19. Já, þið eru 2004. Vá, þú ert 98. Já. Við erum bara mjög ungir, sko. Þú ert líka mjög ungur. Já. Mjög ungur. Já, í raun og veru, sko. Það er maður það. Eldgamall fyrir okkur. Já. Nei, það er allir byrjaðar að gera eitthvað bara strax núna, held ég. Já, þetta byrjar allt bara 20 eða þess að bara fara allir að gera eitthvað. Já, þannig að þá byrjaði ég, sko, hausta eftir MR, sko. Þá langaði með það. Byrjaði aðeins í háskólanum og svona, en var í raun og veru ekkert, þú veist, nefndi því ekkert rosalega mikið. Langaði að komast upp í standið. Hjalt þessa sýningu og síðan bara rúllaði það, sko. Síðan bara hef ég verið uppistandi síðan, sko. Hvað ertu búin að búið til margar svona sýningar, skilju, eins og Mr. Jakob var fyrst á? Ég held 4, svona cirka 4. Það er þá nýtt efni, alltaf svona fyrir hverju sýningu? Já, það er svona ein af þessum sýningum er svolítið svona bæði eldra og nýtt. Þetta var svona svolítið þróunarsýning, getur við sagt. Já. Sem að byggði svolítið upp þessa sýningu núna síðan með síðast Skóla lífsins. Já. Þannig að þetta er svona, já, en þetta er alveg mikið efni í raun og veru, sko. Við erum, þú veist, eins og Skóla lífsins í heildsinni, sko, þetta eru gátt auðveldlega verið 45 mínútur pluss 45, sko. Já, ég veit. Það er mikið efni. Já, reyna að stytta það náttúrulega og síðan eins og núna er þetta á símanum, sko. Já, ég veit. Og þá er búið að klippa þetta niður í 47 mínútur, held ég. Já, veistu hvað það var, cirka langt? Þú veist, áður var klift, eitthvað? Áður var klift, þetta var klukkutími og korter eða eitthvað, sko. Já, alveg til að sjá meira, sko, þetta er skemmtilegt. Já, það er náttúrulega þetta efni til, sko, það er bara ekki úti, sko. Kannski ger ég eitthvað við þetta. Já. Þetta er fyrsta sýningi sem er tekin upp, eða ekki? Eða hvað? Jú, svona allavega almennilega. Já. Hvernig fannst þið það? Það var rosa skrítið, sko, en rosa skrítið að taka upp uppistand og ég held að sé bara svolítið æfing, það er náttúrulega mikilvægt að það sé vel gert, sko, og svo sem öllu til tjalda þarna, það er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa allt samt og svona í lagi. Þú veist, maður er að vera að mæka upp allan salinn og þú veist, það er bara að vera að passa það mjög vel, sko. Já.
bara lýsing og annað, þetta náttúrulega eitthvað sem ég hef ekki mikið vit á í raun og veru en svona reyndi að passa að vera í lagi og náttúrulega bara með fólk með mér í því sko og ég var í raun og veru bara ánæður og þetta svolítið svona, ég veit ekki, ef maður hlustar á uppistandur út í heimi tala spesialina sína, ég vel eitthvað eru þeir ekkert voðalega sáttir með nákvæmlega það sem það var Nei, það alltaf einhvað tíminn eða eitthvað Já, eða bara eitthvað djúðvillir maður, ég ætti að negla þessi bit betur og eitthvað svona og auðvitað upplifa með það en þú veist, ég bara sætti mig við það og sér lærir maður mikið af því þannig að ég bara mjög spenntur fyrir, þú veist, að gera þetta aftur og gera þetta betur, sko Ég ætti ekki svolítið svona stort á Íslandi að fara svona special á þú veist Jón Símans eða Stöð 2 eða eitthvað Ég held það sko, ég held Þannig að mér finnst það bara fín þróun veist, ég væri til að keyra bara sýningum að þessu sko Já, það geggjað sko þú veist, ég elska allan að horfa á Netflix þú veist, til dæmis bara með mjög uppstendara þegar Ari kom líka á Netflix, það var bara geggjað maður bara Já, það er náttúrulega geggjað sko Shoots Ísland, wú Já, einmitt, þannig að ég held að maður er bara að reyna að keyra á því sko Svo sýnt líka svona skot úr salnum við mikið svona fólki eitthvað svona hlæja á þenni áhvert sko svona Já, fyrir það, hvernig var sagt til þau skilur, það er verið að taka þetta upp eða eftir náttúrulega augljóslega að sjá Já, þetta fólk vissi alveg að það var verið að taka upp sko, náttúrulega með þess að bara skrifa undir einhvern samning eða eitthvað skilur að það mætti nota þetta efni sko, bara til öryggi sko, þannig að ég fá ekki einhverja reiðispósta eða eitthvað Ég segi ekki kæru, en þú veist, já, einhvern pirring og eitthvað, þannig að fólki viss alveg því Ef þetta var í stærri sal þá var miklu minna pæl í þeim en þú veist já það er fínt sko annars er ég ekkert endilega hrifinn af skotum af áhörundum eða svolítið svona mismunandi svona litlum sölum er það kannski svolítið nöðsynlegt Þú vilt alltaf bara hafa þér Já, ég vil bara hafa mig Nei, þið sjáu þú veist það er bara mismunandi hvernig þetta tekið upp sko, svona spesialum í svona stórum sölum er þetta yfirleitt aðalega bara uppistandarinn en það er bara allir gangur á því það er að gera þetta á frímsa vegu sko. og margt sem getur komið vel út og hvernig virkar þetta þú veist fyrir ertu mætur á staðinn bara eitthvað 4 tímum fyrir ertu bara og hvernig undirbýrðu þig á staðinum skilur við fyrir svona tökur eða já bara uppistandi yfir höfuð bara svona uppistandi yfir höfuð það er náttúrulega með svona sýningar sko þá náttúrulega er maður lengi að undirbúa þú veist bara sýninguna í heild og maður reynir að halda eitthvað svona tilrauna dót og prófa efni sitt og náttúrulega bara uppbyggingin á þessu skiptir miklu máli og síðan náttúrulega fyrstu sýningarnar þá svona lærir mikið af þeim margt breytist og í raun og veru er sýningin sem var þú veist frumsýnd kannski í október er búin að breytast töluvert í mars skilurðu á þessum þú veist maður sýnd 30 sinnum eða eitthvað þessi sýning alltaf bara tekur miklum breytingum og verður miklu betri oft sko en hún á það til að lengjast þá reynir maður að stytta hana aftur sko þannig að þetta sé ekki allt og langt fólk verður leitt á því en ég meina þegar þetta er komið í rútínu þá er maður ekkert að mæta eitthvað endilega miklu fyrr mér finnst fínt að mæta svona 2 tímum fyrr og bara eitthvað chilla og fara aðeins yfir þetta og fá með kaffi eða eitthvað og bara slaka á sko en fyrir svona tökur þá var ég þannig mikið bara yfir daginn sko alltaf bara eitthvað verið að stilla þessu upp og hérna statu þarna og sjá hvernig lýsingin er og ég er eitthvað svona ég fíla ekki þessa lýsingu ok, náum í ný ljós fænuðu þarna skilur eitthvað svona en séðan líka þú veist ég fór svolítið svona rann svolítið blind í sjóin með þetta þú veist ég er ekkert vanur þú veist ég er ekkert græjukall sko þú veist ég hef ekkert mikla skoðunar á svona þannig ég var voðalega mikið bara að spyrja og segja þú veist ég var til í að þetta líti sirka svona út hvernig gerum við það þannig ég er bara fein að vera með fagfólk með mér sko Hvernig síma er þetta með? Hvernig síma? Ég er með iPhone hvað bara 7 eða? Nei, ég keypti hann í janúar held ég hann var bara nýjan iPhone 10 eða 11 eða hvað er þetta komið í? Þetta komið í 15 14 þá eða 13 eitthvað, ég veit það ekki ég er rúglega næst nýjast að engið, þú pæla ekki eins og í svona hvaða síma þú kaupa og bara svona í þessi virkar og... Nei, þú veist, þegar ég fer að kaupa síma allavega gennum tíðina, þá hef ég bara byggðu cirka nýjasta sko kaupi bara nýjasta síman Það er nefnilega að fyndi sko, þú veist í sýningunni þá sagður þú veist að þegar þú ferð í búð þá ferð bara í búð
versla bara það sem þú vilt eða bara mjólk og ertu alveg svona bara fattar þú svona bara gaman í búðum að hanga og skoða eitthvað nammi eða eitthvað Ég er áhugamaður verslanir sko. Mér finnst mjög gaman út í búð og og kona mín byrjaði þú veist að nota svona sem sagt við eigum þú veist 2 börn og búum upp á svona annarri eða þriðju hæð fyrir eftir hvernig maður skilgreina það frekar þröngur gangur, þetta gamalt hús þannig að kona mín var svolítið þreytt að vera að bera upp eitthvað þungt og mikið þú veist og alla bleiupókana og allt upp og var þá að notfæra sér eitthvað svona þú veist pant í krónunni eða eitthvað og fá heimsend og einhver gæi kemur og ber þetta upp og þú veist bara fín þjónusta ég fílaði samt ekki það mikið út af því að þú veist þó að þau hafa verið að gera þetta þá var ég samt að fara mjög reglulega út í búð bara til að svona eitthvað fara út í búð já þú veist ég fer út í búð bara vantar ekki eitthvað kók eða eitthvað og þú veist kaupið 2 dósir af einhverju eða þú veist þetta bara ég hef alltaf verið ákveðamaður verslanir sko. Já vann í melabúðinu sínum tíma sko bara með með menntaskóla og aðeins fyrir sko alveg bara stórbrotin reynsla sko það hann í Vesturbænum ekki? Jú, þetta svona ég aldrei komað inn, ég satt oft bara sé þetta utanfrá farið í melabúðuna, það svona upplifun sko það bara svona sælkera verslun en samt, þú veist, þú farið allt já, ég vann í Bónus ég hataði bara stígun í Bónus bara inn í svona búður, það bara ég þól ekki verið inn í þeim þetta aðeins annað sko, í melabúðinu kjötborð og maður fækka læra á það og síðan fer maður og fyllir á vörur síðan prófar að vera í mjólkinni og kassanum þú bara prófar allt, þú lærir allt sko. Mjög næs en já, ég hef svona verið svolítið svona sparnaðardrifin, getur við sagt en síðan hefur það tekið alls konar sveiflur sko. Já, þú sagði líka uppstandinu þú veist og svo ferðu bara að kaupið grill eða ferðu bara að kaupið síma já, maður gerir alls konar sko. Það safnar svona uppið þér kannski og svo bara, bara núna já en þú veist, ég veit ekki, ég reyndi að tilengja mér að bara svona fara vel með peningana sko. Við erum ekkert að kasta það með glæði. Þú varst í MR já. Hvernig var það? Var það næs eða? Það var helviti gaman sko. Ég var mjög ánægður með það var ólst upp í Vesturbænum og náttúrulega fara margir þaðan í MR en ég var aldrei eitthvað sérstaklega námsmaður ekki fyrir kannski síðustu 2 árin í grunnskóla eða eitthvað svo leiði sko. Og bara fílaði að vera í bekk og eitthvað svona gamaldags gott sko. Var bara í máladeild lærði, þú veist, íslensku og latínu og ensku og eitthvað og bara næs sko. Gott félagslíf og þú veist, byrjaði að grínast þar eitthvað kynir og söngkeppnum og eitthvað svona og bara eitt leiður á öðru sko. Þannig að ég er mjög ánægð með það en ég var ekkert eitthvað stórbrotin nemandi sko. Það ég á 2 yngri systkini sem að sýstin mín búið með MR og bróðir minn í MR þau eru töluvert svona duglegri myndi ég segja að læra og sinna sínu sko. Þannig að það er alveg gaman að fylgjast með því líka sko. En hvað þú fyrir að það er málabraut eða bara þú veist bara tungumála já. Shit maður, akkur finnir það? Ég bara miðst töluvert skárra en að vera einhverja eðlisfræði og starffræði og eitthvað sko. Já, eru bara svona brautir í MR, bara eitthvað svona já, það er svolítið svona starffræði miðað eða tungumála miðað og síðan eru þau náttúrulega líka með svona mjög líffræði miðað og eitthvað svona lækna brautir einhverjar Ég heyrti þetta sé alveg þungur skóli eða svona Já, náttúrulega það alveg sko og síðan svolítið velur námsleiðir sko þú getur náttúrulega valið í raun og veru þyngra nám svona innan gæsalappa sko Þetta er bekkikerfið ekki? Jú, það er svo litli bróðir minn, hann er að læra sko grísku og latínu og eitthvað svona það er svona frekar heavy dót sko eitthvað sem að ég byrjaði í en hætti síðan í út af því að gaf mér ekki tími í þetta sko Nei, já, ég bara ákvað að velja bara léttustu framhaldsskóla og náminn bara það sem ég gat sko Já, það er bara fínt líka sko ég hef ekkert mikla skoðunar á því raun og veru Nei, en svo fyrir íslensku í háskóla Já, ég byrjaði í stjórnmálafræði Byrjaði í stjórnmálafræði? Já, kláraði eina önni í því fór síðan yfir í íslensku kláraði ekkert í því Ekki neitt bara? Nei, ekki náfanga og hef ekki klárað neitt síðan sko. Nei. En ég hef verið að pæla í þessu núna sko. Ég er alveg svona heitur fyrir háskóla sko. Eitthvað svona læra eitthvað sko. En þú veist ég alveg cool að eiga svona gráðuna Já, svona þú veist þegar maður er 25 ára mér er svona meira spennandi tilhugsun að setjast niður og lesa eitthvað og skrifa sko. Mér fannst það ekkert eitthvað geðveitt spennandi þegar ég var 20 sko. Nei, mitt En þú þarft núna, þú veist, í vinnu þinni þú þarft að sittast og skrifa eða ekki Jú brandara á eitthvað svona
Er það ekki alveg svolítið svona þarf að gefa tíma til að setja niður bara í nokkra klukkutíma eða ertu bara að býja þetta að vera inspired að einhverju? Já, þetta svolítið svona maður náttúrulega þegar maður að skemmta mikið þegar maður að keyra á sýningum og kikka út í bæ náttúrulega maður kikka mikið í fyrirtækjum og svona þá maður svolítið bara í því síðan tekur maður sér smá pásu frá því eða yfir sumar eða eitthvað og reynir aðeins að bara svona ég veit ekki hvað orðan maður að nota kjarna sig eða eitthvað, bara slaka á og maður alltaf að sanka sér hugmyndum og síðan svolítið svona, tekur maður svolítið rikk í skrifum, þannig hef ég gert það en ég svona að reyna að koma upp einhverju systemi þar sem ég svona að skrifa meira jafnóðum þú veist eins og núna, ég bara svona frekar rólegur, þú veist ég nýbúin að vera með hennan special og svona og sem þarna á símanum en til að horfa á það, kæru hlustundur en hérna skóli lífsins, þú veist í bóla ekki? Jó, ég í skóli lífsins kallar ég með merge, I like it sko þetta snill sko þetta að kaupa þetta eitthvað það reyndir ekki sko bara limited edition það bara heyri þér þetta bara fyrir útvalda, þið verður að heyri mér sko það hérna nei, kannski ekki maður síðar ég nefndi ekki að fara í einhverja sökka framleiðsla og selja þetta og síðan hugsa maður alltaf hver kaupir þetta en þú veist, síðan fattar maður að það fullt af fólki þegar að búa með 2 bjóra þá bara kaupir það hvað sem það klika sko það voru hérna einhverja lögreglukonur í Pólandi núna bara kaupa sér einhvern strippara skiluru og hérna sáðu fréttina það í Auschwitz sko ég er búin að heyra þetta en ég bara hlusta var ekkert á Íslandi þetta var einhverja íslenskar já, á Íslandi já, þetta gerðist í Auschwitz já, þeir voru einhverju fræðsluferði eitthvað og bendu einhverja fataföllu svo gæðu pæling sko í Auschwitz líka pæli að fara til Auschwitz bara aftur í tíman og segja við fólki sem var hana bara heyrðu hérna, sem koma lögreglukonur frá Íslandi í fræðsluferð þar munu panta strippan enga þú veist, pæli hvað heimurinn ruglaður skilur og tíman breytast og allt sko en ekki það, ég ætla ekki að vera að tala um þessar lögreglukonur ég bara vorkenniði með þetta var eitthvað sakamál ég held nefnilega að það væri á Íslandi en þær voru í útlandi já, þetta var einhver ferð fyrir ekki þetta þann aldrei þurfum að fara að lesa fréttir núna ég las þetta ekki, ég bara skoða þetta bara komment, það eina sem maður nennir að gera ég las þetta og hvað ég eitthvað betri maður fyrir vikið sko, þú getur alveg sleppt í að lesa þetta þú veist það bara svona veistu hvað er að gera samfélaginu ég veit bara hvað er að gera eina skipti sem ég fyrir að vísa er að þú veist að það gæti mynda þetta byrst á vísa það er bara, tók ég myndi mín að byrsta hvað var ég að tala um áður en ég fór að tala um þetta nú vann ég ekki já, eitthvað specialinn fötin já, fötin, já, ég hef ekki verið meira að tala um eitthvað undan við varum að tala um skóla lífsins eitthvað hérna, bara þegar maður er að semja og eitthvað svona skiptir ekki öllu máli hérna, og ég er svona að reyna þú veist, ég kom með hann út þannig að ég er svona í raun og veru strangt til tekið bara að henda fullt af efni frá mér þú veist þó að það sé ekki allir sem sjá þennan special og símanum þá er ég samt búin að láta þetta efni svolítið út þannig að það ég er ekki hrifinn að ég vera að nota það þá út í bæ núna þú ert ekki að nota þetta aftur nei og það er bara fín leið til að líta á þetta þá bara endurnýja með sig þú veist, síðan er maður að kikka út í bæ og örugglega alltaf eitthvað fólk sem heyrir mann 1 sinni, 2, 3, 4 sinnum sko og alltaf eitthvað af því það sama sko þá er bara fínt að taka eitthvað smá pásu og bara fara að semja nýtt sko og hérna undirbúa bara næstu sýningu og þú veist, bara slaka á sko já, ég veit hvernig slaka þú á? bara sund eða eitthvað? Nei, ég reyndar sko, ég er ekkert voðalega duglegur að fara í sund sko þetta er bara í búðum að skoða já, ég bara í hérna Netto, Bónus, Krónunni, allt út á Granda bara það er hérna nei, ég slaka á, ég veit ekki, ég á líka 2 börn sko já, reyndar, er þetta slaka á með þau? Já, sko, önnur er á leikskóla sko hinn er 3 mánuða þannig að maður er svona eitthvað chilla með henni en síðan er það bara, þú veist, ég veit það ekki hlusta hlaðvörp og þótt og bara já, eitthvað svona fara á kaffús eða eitthvað, ég veit það ekki reyni bara hitta félaga mína og eitthvað nice. En þú veist, ég vildi að ég var með eitthvað svona áhugamál og svo að búið til tónlist eða eitthvað veist, það var ekki eðut eitthvað svona sæt já, ég öfunda fólk sem að geta bara svona sest eitthvað og fara að gera eitthvað já, bara búið til eitthvað bara út af engu já, bara verið eitthvað grafík eða eitthvað ég vildi að ég var með eitthvað þannig sko bara ég er ekki þannig og mun líklega aldrei verða sko en eitthvað að skrifa eitthvað sögur eða eitthvað já, ég er svona, þetta er svona auknum mæli byrjað að aukast aðeins hjá mér ég er svona að reyni núna og er svona að byrja að reyna að æfa mig í því að gefa mig tíma í það að bara setjast niður og bara skrifa eitthvað sko mjög holdt, það er ekkert að vera uppistand eða grín það er gaman sko, ég er líka alveg búin að dunda við það er skemmtilega bara að skrifa bara eitthvað það er bara holdt og bara gott fyrir heilan í þér og hérna
og bara, þú veist, dregur úr kvíða og þunglindi held ég að bara gera eitthvað svona reyni að fara í ræktina sko fara í stígavélina. Þegar mér að spyrja það var ég með gert klippa aðeirna. Ég segi það hana, ég bara langar að áhugavert sko. Já, þeir voru hann að skoðanabræður fengu eitthvað, hérna, hvað hann, Guðni Gunnarsson eða eitthvað. Það eitthvað svona jókagaur sem eitthvað svona mjög mikið í alls konar pælingum og klippa var sérst að segja að þú ert alltaf að tala fyrir ræktina en ferð svo til ræktina. Já, og hann sagði bara Snorri segir eitthvað svona en hann vill mjög mikið gera það og þessi Guðni sagði nei, hann vill það ekki. Já, það vill hann ekki. Og því að þú veist, verk fylgir vilja eða eitthvað svona, þú veist, ef hann vildi það þá væri hann að því. En ég svona nýlega byrjaður svona bara vilja það, getur við sagt, og ég mæti. Þannig að hérna, ég fyrir stígavélina. Já, ég fyrir stígavélina sko. Stígavélin, þú veist, 50 mínútur klukkutími í því. Nei, wow. Þú ert að brenna vel sko. Sæl, þess vegna að þú ekki verið stígavélina, við erum svo mjóir, við þurfum ekki að brenna, við þurfum að byggja vöðva. Já, ég veit það ekki. Nei, ég er ekkert á mjög miklum hraða kannski, en þú veist, ég er að brenna kannski. Já, þú veist, þetta klifru fullt af floors, þá ertu brenna alveg bara. Þetta er rúmlega 600 kaloríur eða eitthvað sko. Þetta brenna fullt sko. Það er fínt sko, en það gerir þetta 3 í viku, þá er erfitt að fitna mikið sko. Allavega okkar aldrei. Okkar aldrei. Ég veit ekki, ég fer alltaf ræktina svo ég hafi svona afsökun til að vera sund eða svona, ég veit ekki, eða svona ég líti á sund sem velun einhvern veginn. Já, það er bara gott sko. Það er svo skeggja sko. En ég veit ekki, ég heldur svona eins og letur hefur sig eitthvað sko, fyrir göngutúra mikið líka. Já, ég geng mikið sko. Hvað, einn þá eða með eitthvað? Ég bara hvoru tökja sko, oft einn líka. Ertu að hlusta á eitthvað? Stundum, ekki alltaf. Svona reyni stundum að sleppa því bara. Ertu ekki tónlistagaur eða? Nei, ég hlusta lítið á tónlist í raun og veru. Þú er bara í podcastum og eitthvað svona? Já, mikið og hérna, ef ég hlusta á tónlist þá einhvern veginn kveiki á Aram Khan eða eitthvað og sem bara spilast það. Þú veist, ég er ekkert mikið að finna nýja tónlist en eitt svoleiðis. Nei. Ég er ekki góður í því sko. Ég verði að spyrja út að ég var að horfa á uppstandið. Ertu einhvern handyman eða? Engin sérstakur sko. Svona, maður hefur lært eitthvað. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja mig saman við aðra. Ég veit ekki alveg hver svona hinn hefðbundna kunnátta fólk sér ég að gera við sko. Mér finnst bara svo fyndið þú að tala að gera upp baðherbergið í uppstandinu. Ákastu bara að fara að gera það og kunnir ekki, eða bara svona. Já, í raun og veru sko. Já, það er mjög Já, ég meina, ég þurfti nýtt bað, þetta var bara ógeðslegt og ég er búin að gera það upp, ég er búin að gera upp eldhúsið mitt líka núna sko. Þannig að já, ég er ánægður með þetta. En þú veist, ég hef svona keypt mér hjálp líka. Og svo staðið þeim og svona Já, ég mitt og þú veist, ég er ekki að fara að flísa leggja gólfið en á eldhúsinu mínu sko. Ég þórið ekki sko. Þú veist, ég nenni ekki að leggja það og síðan er það ónýtt og þurfa að taka það upp og leggja það aftur og eitthvað svona. Veist, ég veit ekki, iðnaðarmenn eru fínir sko. Þeir eru leitt alveg til að hjálpa manni og bara svona segja manni til og ég veit ekki, mér finnst fínt að fara í framkvæmdir sko. En þetta er samt svona þreytandi sko. Er þetta ekki svakalegt mission? Jó, ég myndi ráðleggja öllum sem er að flytja inn í íbúð að gera hana upp áður og þú flyttir inn í hana ef þú getur það fjárhagslega. Já, annars þetta missa baðherbergið eða eitthvað svona. Já, bara áður og þú flyttir inn sko. Frekar hana, þú veist, kaupa íbúðuna, flytja inn, gera síðan eitthvað upp þegar þú býr. Já, það er bara pirrandi. Það er vesen. Hvar kynnistu konuðinni? Hvar kynnist ég henni? Það er góð spurning. Bara gennum sameiginlega víni svona, gegnum djammið líka sko. Eða þú veist, bara eins og fólk kynnist sko. Hún er 5 árum eldri ég sko. Þannig að það var ekki eitthvað, hún er ekki saman í skóla en eitt svoleiði sko. En já, sameiginlega víni í raun og veru sko. Þetta er mikill djammar eða? Nei, ég myndi nú ekki segja það, ekki núna sko. Ég var það alveg þannig laga þegar ég var yngri. Eða þú veist, djammari, ég hef aldrei mikið verið fyrir svona einhverja klúbba sko. Ég hef alveg verið bara að sitja og tala við fólk. Já, ég hef alveg gert slatt af því sko, í menntaskóla og svona snemmt 20 sko, síðan eftir því sem maður eignast börn og 2 börn og svona, bara gefst minni tími í það. Þú veist, ef maður ætlar að lifa tiltölulega eðlilegu heimilislífi þá getur ekki mikið verið að fyllir í sko. Það er svona ég myndi ekki mæla með því, skilur en mér er gaman að hitta félaga sko. Ég er mjög svona ég þarf mikla svona félagslega örvun, getur við sagt. Ég sæki mikið í fólk. Mér finnst erfitt að vera heima og gera ekki neitt lengi sko. Verða að hitta fólk sko. Annars verður maður bara þreyttur bara á öllu. Það verður bara syndi brúmi bara. Já, algjörlega sko. Alveg bara döður. Það er bara, ég meika það ekki sko. En er þetta planað hjá okkur? Er það bara,
og hann 45 og börnin ykkar eru 20 var það hugsun hjá okkur bara það væri sick bara geta bara Já, pínu sko Hvað það vitni það sem ég sagði í gær Einu var ekki að tala um þetta Já, ég sagði ég ekkert á móti einu spörn ungur út og þá ertu bara ungur þegar þau eru fullorðin Já, við hefum svolítið hugsað það sko Þú veist, já, minnst það frekar næst tilhugsun sko bara vera með tvist og bara 45 ára, bara laus þannig laga sko, eitthvað bara fullanir börn og eitthvað bara frjáls sem bara með eitthvað hlaðvarp eitthvað, þú veist, já, bara fínt sko, búið til podcastara og eitthvað og hérna, bara, já, minnst það næst tilhugsun Það er áhverð bara eftir svona 15 ár hvort að podcast sem þau í gangi og allt sem við gerum bara eins og sjónvarp eða þú veist eitthvað Já, ég held klárlega að það verði eitthvað format því Já, það var format því sko Segja hvernig það er að breytast eins og núna erum við eitthvað í mynd Já, en þetta er í mynd aðalega út af við erum að sitja á samfélagsmiðla líka til svona klippur og eitthvað En segja hvernig það er að breytast og síðan er podcast orðin meira líka einhverjum sjónvarpsþáttum og sjónvarpsþættir eru byrjað að vera podcast líka og eitthvað svona, þú veist, þannig að þetta breytast í eitthvað svona spjall eitthvað Já, þetta bara blandast allt í eitthvað sko Þú ert bara með eitthvað Þú er bara með eitthvað þátt og þú veist, síðan er bara óþarfa að skilgreina eitthvað endilega Þetta er bara þáttur maður, þetta spyrja Já, ég er bara með þátt En ég sá þú spyrjar á TikTok Ef þú komið TikTok Já, ég er með TikTok byrjar að posta Ég er með TikTok Ertu bara að posta sjálfur eða? Já, ég er bara að gera það sjálfur Nice Ég veit það ekki Ég er svo sem hef aldrei mikið verið eitthvað svona á samfélagsmiðlum eða gera mikið þar sko Sen ákveði núna, ég er með það mikið efni að bara byrja eitthvað að flippa og gera eitthvað og setja það inn og fólk verðist bara hafa gaman að því sko Já, færið þú bara allt efnið þú veist bara til þín bara þú veist, full klippunar og þú bara klippaði niður sjálfur bara eitthvað Já, ég bara klippi þetta niður og textaði þetta og eitthvað Já, bara Ég sé bara að þú veist, TikTok mitt er endalaust af svona uppstöndum, ég er að followa svo marga og þetta finnst mér skemmtilegast TikTokið, bara eitthvað svona klippur af uppstöndurum, bara með eitthvað svona, þetta er geggjað. Það er nefnilega, ég tók eftir þessu, mér er gaman að sjá svona, þannig ég hugsaði, okkur ger ég það ekki bara. Já, það sniðið sko. Og bara, þú veist, fólk verðist bara að taka ákveð líða, ég er að setja þetta á TikTok og Reels og eitthvað. Já, sniðið sko. Hef sett eitthvað á Twitter, þannig X. Já. En ég bara verið svo lítið virkar á X bara síðan ég var í menntaskóla eða eitthvað að ég veit ekki, það er kannski fínt áhorf ég hef ekkert mikið, þú veist, í pælurinn er ekkert mikið í þessu, ég bara setja þetta inn og síðan er bara gaman að sjá, þú veist, maður tekur eftir það gengur mjög vel, mikið áhorf, mikið likes eitthvað, bara gaman en þú veist, þetta er gaman en ég reyna að vera ekkert að festa mig geggjað, og hvað er þetta þá svona, þú veist, hvað þarf að taka mörg gig á viku eða mánuði eða eitthvað svona til að gera þetta svona living? Það er stramt til tekið ekkert mjög mörg sko, þetta náttúrulega kemur svolítið svona vertíðabundið í raun og veru, þetta er svona pínu svo að fara að sjóa eitthvað, allt í einu koma 2 mánuðir þar sem þú vinnur mjög mikið og náttúrulega færið þá mjög mikinn pening en síðan eru kannski aðri mánuðir sem eru bara miklu rólari og hérna, ég er líka að reyna bara, þú veist, vera ekkert að gigga eitthvað allt og mikið, mér finnst það bara fínt þú veist, þó þessi alltaf fristandi upp á peningin sko, en það verður svona lett grillaður á þau líka ég veit að standa bara upp á sig og ég er bara búin að vinna svo mikið núna í svona tíma, ég bara að slaka á sko það er bara holdt, annars líka bara verður fólk leitt á manni sko og ég verður leiður að sjálfu mér sko, þegar ég er að segja brandara bara shit, hvað ég hata mig maður verður bara svona, þú veist, bara byrja kannski svona að djötsa sjálfa bara þú er búin að segja þetta nógu oft maður byrja bara að heyra sig segja brandarana þú ert leiður á brandarana það þarf maður bara að hvíla að segja þeim sko. Já, ég mitt líka bara yfir hátíðatíman og svona akkurat sko. Þetta er mikið jólabarn? Nei, ég er ekki mikið jólabarn hef aldrei verið, en ég er fyrsta sinn núna spenntur fyrir jólunum, ég veit ekki hvað það er Já, þetta verður góð jól, ég veit það sko. Það er eitthvað við þessi jól sem ég fíla sko. Já, þú er líka með börn Já, ég held að sé það sko, bara eitthvað svona, maður er bara eitthvað meira það er eitthvað svona, maður hefur einhvern meiri tilgang sko, með því jólin oft bara eitthvað, ég veit það ekki, bara vesen sko. Sammála. Þið tveir eru bara leiðilegir með þetta Einar er bara Grinches Einar er eitthvað jólabat skrítið Já, ég er algjör bara það er heilagt fyrir mér, bara jólin Já, það er bara þannig. Er þetta áramótagaur? Þetta skiptist oft. Svona áramótin miðstu bara fín. Þú veist, ég hef aldrei verið mikið eitthvað í partíu með eitthvað þannig. Bara hjá foreldrum mínum og þetta var stemmingin maður. Já, bara góð matur sko. Og sprengju og áramótasköpið. Já, það er bara geggjað sko. Einmitt, bara gaman sko. Gaman. Þú meira áramótakall? Já. Stressandi á áramótasköpið. Ég skrifaði einu svona áramótasköpið. Nú? Já,
Já, það finnur fyrir svona stressi bara svona sveittur og bara óþægilegt Alltaf að horfa á fólki svona kostar hló svona Hvað brandara voru í þessu, eða hvað sketsar voru í þannig að Þetta var 2019 Maður man þetta blandast allt saman Góð spurning sko Ég er nánast búin að gleyma því mann það var eitthvað með einhvern vegan kalkún eða eitthvað Steinipakk Já, það var mikið vegan og hérna svona hvað ertu að helviti hjólið hana eitthvað þannig ég man ekki eftir þetta var hana árið sem að þetta Samherjamál kom upp minni mig þetta var það ár, það var alls konar eitthvað dót sko ég veist eins og ég segi, ég gleymi því sjálfur sko Er það mikið vinna að skrifa skaup? Það er saka vinna sko en þetta er náttúrulega teimi og það er framleiðslu fyrirtæki ég var bara, þú veist, ég var það ungur líka ég meina, ég hef ekkert gert mikið af þessu ég var bara svona hittum einu sinni viku og fórum við sketsa og Er þetta ekki bara svona skoða fréttir árið? Ég heyrði einhvern tímann að þetta er svona skipt líka á fólk stundum að skoða fréttinar, minnum mig, þú veist, eittökur í janúar Já, það er svolítið þannig sko allt skráði niður sem geti verið eitthvað og síðan bara prófar að skrifa upp því og síðan lesiði sketsana saman og lægið eða hendið út eða eitthvað svoleiðis sko það er bara mjög gaman sko Ég meina þetta er alveg svakalega pressa þú veist, það er allir að horfa á þetta sko Já, en þú veist, við minnum að viðbröðun hafi bara verið fín þú veist, ég veit það ekki, mér finnst þau eiginlega alltaf að vera bara fín undanfærin ár, ég hef aldrei orðið var við bara eitthvað allir séu bara skaupiður ömulegt þú veist, það er alltaf sama fólki og alltaf sama fólki sem elskar þetta er svona frekar fyrirsjáanlegt Ég er alltaf bara, þú veist, þetta einhver leið með hlæja og einhver ekki, þú veist, þetta er bara fínt, bara gaman bara svona allir sitja saman niður og hlæja einhverju finni og svona ríka upp árið eftir bara svona Þannig gerir sem fokki mikið þess ári sko, þetta verður eitthvað þú veist, drottningin og og þú veist, það búið að vera núna bara eldfjall og eldgosa ákomu núna einmitt Grindavík svo var eitthvað að gerast í Vestmannum núna þetta verður eitthvað steikt skaup núna sko. Hlýtur að vera nóg sko. En þú veist, ég veit það ekki mér finnst það bara svona spennandi að skrifa það sko, en ég er ekkert eitthvað, þú veist, ég er ekkert að deyja yfir því að gera það aftur, skilur mér finnst voðalega fínt að vera bara í uppistandi sko. Mér finnst það voðalega bara þægilegt sko. En hvenær Já, þú veist, ég var ekki að spyrja þessu en þannig að hvenær ákastu bara að fara í þetta full time eða bara svona Það var þannig bara fljótlega eftir að ég byrjaði sko. Tvítugur Þegar ég bara byrjaði að fá gig og það gekk og ég bara vildi vera í því og verða betri í því sko. Já Hérna, getur pása og pissa það? Já, ekki stress Ég var að pissa Þú varst að pissa? Mér finnst þetta að vera mikilvægt í hlaðvörpum sko. Ég laði alltaf svona góð podcast sem að hlustar á er alltaf pissupása Ég ekki að pissa og fara síðan í þetta Þetta er líka bara svona heimilislegt Við erum ekki eitthvað Nei, þú ferð ekki að pissa bara í miðvitali sko. En hvað segir þið? Hvenær byrjuðum með þetta podcast? Hvernig var það? 2019 vorum 15 Þú þáttu 98 sko. Já, Við erum bara alveg þetta 100 sko. Fættu 98, nummer 98 Já, það er bara perfekt sko. Hvernig er það að fíla þetta? Er þetta gaman eða? Þetta er svona, þú veist, þetta er svona fyrsta sem við gerum þetta alveg núna sko. Já. Og það er alveg fun sko, að sjá, þú veist, gróðan bara svona, ef maður myndi taka svona alvara þá er svona, sér maður hvernig það svona Og verið bara að sjáu þetta þá vaksa með frá því eða? Já, eða út af núna að posta sko 2 í viku þætti, svona stór þætti og svo setja bara fullt að klippum á TikTok á dag og þú veist, maður sér alveg Reynum það, stundum ná ekki Já, en þú veist, en við leggjum aðaláhersluna að setja 2 í viku sko, þætti út og svo, þú veist, eru klippunar alveg priority en það er ekkert eitthvað bara svona það þarf að koma að klippa hérna Nei, mitt, já, þetta er orðið svolítið þannig að flest allt svona hlaðvörp og eitthvað dót, það er með eitthvað á netinu þú veist, þetta er svona svolítið að færast yfir klippur og þú getur ekkert haft hlaðvarp í dag annars að vera samt með líka svo sumir Já, nema þú byrjaðar hann 2018 eins og þarf að vera grín þú veist, þeir eru bara í hljóði eða þú veist, bara, þú veist, og það er náttúrulega bara vinsælast podcast til Íslandi Ég veit ekki, ég held að sumir náði að gera bara hljóð og sitja mjög lítið á held í samfélagsmiðla samt, að þeir eru öll með svona En þeir líka kannski bara eftir hvernig hlaðvarp með eitthvað svaka nýs þá kannski þarftu ekki en þegar þetta er bara svolítið bara viðtöl við fólk þá kannski er það meira mál sko. Ég er allan á því að ef þú myndir sitja þótt að þú færð alveg góð áhorf ef þetta ekki á samfélagsmiðlum þá færðu meiri áhorf ef þú situr Já, ég meina ég tek eftir þessu bara miðlunum mínum sko allt í einu þú veist því ég pæla ekkert í þessu síðan byrja maður að posta einhverju allt í einu maður að fá einhverja fylgjendur og eitthvað svona þú veist ég veit það ekki Ég lít líka bara á þetta svona til að þú veist að fólk tengist einhvern veginn communityn eða þú veist bara svona podcastinu skilur þá er að followa TikTok í okkar og kannski á Spotify eitthvað þá er að koma svona inn í 2 fælar einhvað grúpuna eða eitthvað svona Hvernig fannst þér, þú búin að fara núna 2 til Gíslamartins eða ekki?
Jú, oftar sko 5 sinnum eða eitthvað, 4-5 sinnum kannski. Já, ok. Já, hann ekki búin að bjóða okkur einu sinni. Shit kísli maður. Við bjóðum honum til okkar og hann býður ekkert. Já. Hvernig fannst þið það? Var það næs eða? Það bara mjög gaman sko. Já, ég bara fíla það. Ég var fyrst að sinna núna með áhorfendum sko. Já, ok. Það bara mér finnst það gott sko. Ég fíla að hafa krát og hafa eitthvað svona til að vinna með svolítið, þó maður sé ekkert endilega að því svona formlega og ég var bara gaman sko. Ég alltaf gaman að beinum útsendingum líka sko. Ertu svona athyglisjúkur eða? Já sko, ætli maður sé ekki alveg athyglisjúkur. Ég er svona dett í gírinn skilur. Almennt kannski ég bara frekar rólegur sko, heimið á mér og það sem ég fannst líka fyndið, eins og í pókastunum núna mér finnst það bara svo rólegur eitthvað. Það var líka sem myndi mér svolítið á Jón Gnarr við þig einhvern veginn, hann mjög svið bara eitthvað ógeðslega rólegur og spjalla eitthvað, ég bara þetta er bara fucking líkt. Já, í mitt það er alveg, ég er svona í grunninn kannski frekar rólegur náungi sko. Það maður sé grínist það sem eru bara mökk sveittir og eru bara á fullu bara. Já. En síðan, þú veist, dettur maður alveg í gír og stundum maður einhverjum boðum og bara fer í ham og bara talar og þú veist, og ég tala almennt frekar hátt. Það er bara eitthvað í fjölskyldunni, sko. Þú veist, móðum minn hálf heyrnalaus einhvern veginn og með heyrnatæki og eitthvað og talar mjög hátt, sko, og bróðir minn talar mjög hátt og ég talar mjög hátt og þú veist, það er alltaf verið að biðja, en það talar lægra og eitthvað svona. Það er svolítið svo hann. Já, ég veit ekki. Þú talar ógeðslega hátt. Já. Stundum við klukkan þetta er náttúrulega 11 og stundum við klukkan 9 og Óli bara öskra hérna það er svo pirrar þegar einhver biður mann að tala lærra. Það er, ég veit ekki. Já, það er svona eitthvað, þú veist. Já, talaði lærra. Já, það er bara svona, ekki segja bara halda kjafti. Já, þú veist, þetta er pínu svo að segja bara, þú veist, þessi saga er góð en þú veist, en er samt að tala um eitthvað annað. Þú veist, þetta er svona eitthvað pínu svona eitthvað, já, ok. Það skemmir allan ryþma þegar einhver segir, talaðu lægra, sko. Já. En mér finnst bara gott að tala hátt. Það er alveg gott að tala hátt en kannski ekki klukkan 9 kvöld á Elliheimili. Já, mitt. Jú, við hafa bara að heyra það í okkur. En þú veist, athyglisjúkur, maður hlýtur að þurfa að vera það einhverju leitið til að vera í þessu sko. Þetta þrífst maður á athygli í einhverju skilningi, þú veist, bara samþykki annara, það er það sem að uppistand svolítið er sko, að fólk hlægi. Það er raun og veru bara hvað að samþykja einhverja hegðun sko. Það er bara gott að aðtöksjú sko. Já, mér finnst það ekki að þá gerur þau miklu meira einhvern svona social. Já, ég er svona frekar framtakssamur myndi ég segja. Ég keiri bara hluti gegn og veð yfir í næsta. Ég er svona reynt að temja með það sko. Að bara láta hlutina gerast, þannig sker ég ekki neitt sko. Já, og þegar ég er líka frekar latur á mörgu leyti. Þannig að ég svona þarf alltaf að hafa eitthvað stórt framundan bara til að virka sko. Já, bara svona setja það svona goal sem við erum að ná eitthvað fyrir. Já, bara ég ætla að gera nýja sýningu næsta ári. Þú veist, hvað ætlar að segja? Ég veit það ekki nákvæmlega. Ég á fullt af punktum og drasli. Ég veit alveg að ég mun búið til bara góða sýningu, held ég sko. Þú veist, ekki að maður sé eitthvað of kokki með það. Ég er bara svona, þú veist, ef það hefur gengið alltaf núna þá hlýt ég að geta láta það gerast aftur og maður þarf þá bara að vinna að því. Og þú veist, mér er bara fínt að festa svona hluti niður sko. Já, og bara Herri, ég var að pæla hvort við hendum okkur í spurningar fyrir hlustendum sem fengum, við settum inn á Instagram. Já, voru einhverju hlustendur með spurningar? Já, komin okkar. Maður sjá, hvað þetta? En finnst þér svona, að þú er svo ungur svona, hvað finnst þér með það? Er fólk bara svona, svo sem ég sáði fyrst koma ég bara, þessu ungur og hann er svona, samt svona vel gert hjá hann, skilur, hann svona gerir þetta, skilur. Maður fær auðvitað eitthvað goodwill fyrir það, sko, bara svona netta ungur guður segja að gera þetta og hann getur skemmt okkur, þú veist, þá eitthvað fólk sem er 50 inn í einhverju fyrirtæki. Þú veist, ég kannski er svona að einhverju leiti pínu gamaldags líka eða eitthvað, en þú veist, það er svona aðeins að rjáttlast af mér bara eftir því, þú veist, ég kom með 2 börn og eitthvað, ég bara lifi mjög miklu fullorðinslífi, sko. Þú veist, ég vaknaði 6:30 morgun og fór með dóttur mín í leikskólan og eitthvað skilur, þú veist, þetta er, þú veist, en auðvitað er ég ungur, en það er náttúrulega einu spurt á fullorðnastum eitthvað. Já, en síðan hugsa út í að, þú veist, að það er svona frekar skrítið líka að byrja í uppistandi 20 og það er ennþá stundum skrítið, skilur, að vera í uppistandi, þú veist, að það tekur langan tíma að verða góður í þessu og örugur í þessu og og þú veist, maður þarf bara að þola ýmislegt líka sko, maður getur stundum verið að prófa sér eitthvað áfram og maður er að prófa einhverja skrýtna brandara eða fólk klæri ekki eða móðgast eða þú veist, getur allt gerst og getur átt slæmgigg
og þú getur átt fáránlega góð gig og þú getur svona sveiflast mikið bara líka í skapi meðfram þessu sko. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að læra að vera með eitthvað svona jafnaðgeð gagnvart þessu og líta á þetta bara svona taka sjálfa sig persónulega út úr myndinni og vera bara svolítið bara svona já, ég fer þann inn, prófa þetta, það virkar, þetta virkar ekki, þetta fólk klóa ekki mikið, allt í lagi, þú veist, það fer heim til sín og fer að sofa og síðan fer þetta fólk í vinnuna daginn eftir eða eitthvað, skilur, maður getur ekki verið, já, þú veist, það er mjög auðvelt að festa sig í einhverjum hugsunum í uppistandi, sko, og til að þú veist, þetta er mjög berskjaldandi í raun og veru, bara ég upp á sviðið að tala, sko. Og hvernig náður þessu? Komum bara strax? Hvernig náður? Þú veist, ég veit það eiginlega ekki alveg nákvæmlega, þetta er kannski, þú veist, kannski er eitthvað þessu bara svona hæfileiki sem maður hefur þróað bara í gegnum skólaárin einhvern veginn, þú veist, eitthvað svona núanserað grín eða eitthvað ef þið með í menntaskóla bara með því að vera kynnir á söngkemnum og svona, en síðan er þetta líka bara ég veit það ekki þú veist, ég veit það ekki, því ég hef almennt ekkert endilega verið eitthvað ótrúlega örugur í framkomi eða neitt svoleiðis, þú veist, ég fílaði ekkert að vera með einhverja kynningar í grunnskóla eða eitthvað svoleiðis, sko, þú veist, ég sóttist ekkert í svið eða neitt svoleiðis, sko. Ekki? Ég var ekki leikritum sem barn og eitthvað, það kom ekkert fyrir bara í framhaldsskóla. Þannig að forsa mig til að vera leikritum. Alltaf bara allir bekkunum þarf að taka þátt í þessu. Já, með bara viðbjóður. Fuck off. Bara, já, nei takk. Þótt ég sé mjög aðteklisjúkur, það var sem alltaf hundlegald að koma. Já, þú veist, ég er ekki að fara í Emil og Kattholti, eitthvað svona, þú veist, Emil í Kattholti leikriti, sko. Og syngja eitthvað helvítis. Nei takk. Er ekki sagt að fólk svona hræðist meira standa fyrir fram að fólk heldur dauðan? Public speaking, það er mest number one fear í heiminum og svo kemur dauðinn. Það er bara what the fuck. Já, það er ótrúlegt og séðan fattar maður það, en eftir því sem maður þjálfast í þessu og lærir bara að vera með eitthvað svona, maður er bara með ákveðið viðþorf gagnvart þessu, held ég. Og bara æfir eitthvað viðþorf, þú veist, þetta er ekki bara, ég veit það ekki, þetta er allt bara eitthvað leikrit, sko. Bara leikrit? Já, raun og veru, líta svolítið bara á þannig, bara það er eitthvað leikþáttur að ég sé að koma inn í þetta fyrirtæki og tala við þetta fólk, sko, þú veist. Þetta er bara, síðan bara fer ég út og þá bara heldur lífið áfram, sko. Það er vel gert að ná því, skilur, ég er bara eitthvað, ég vil bara óhugsa þetta allt bara. Óli er svolítið svona óhugsaður, sko. Já. Hann fílar ekki svona. Þess að staðin er núna. Þú hefur verið svona alveg lengi, sko. Ég hef óhugsað svona hluti og fengið kvíðaköst og verið stressaður og orðið þunglindur. Það er bara að gera það samt, skilur. Það er bara fylgir þessu og en þú veist, ef maður kemst í gegnum það og vinnur í því, sko, það er náttúrulega bara kemur sterkar út, sko. Já, einmitt. Það er líka hluti að vera betur uppistandur, það er gott, þú veist, maður verður betur með tímanum í þessu vegna þess að maður fer í gegnum þetta allt, þá er maður bara öruggari með sitt, sko. Hvað myndir þú segja var svona besta svona grín sem þú hefur gert upp á sviði, skilur, sem fekk svona mestu viðbröð á hlátri og eða bara eða uppáhaldsbrandari þinn eða eitthvað? Það er brandari sem að var náttúrulega núna í þessari sýningu við þarna með að fara með börn í krónuna og eitthvað svona. Já, það var listið sem Gumma Ben. Það var þetta ágeðslega fyndið. Og ég veit svo sem ekkert, ég var bara mjög erfitt með að meta hvernig að skila sér heim í stofu fyrir fólk sem hefur ekki séð sýninguna. Það er náttúrulega bara hluti af því mitt sem ég var að tala um áðan, að það er æfing við að vera uppistandari og prófa síðan alltaf að taka þetta upp og kannski ertu að fara að hugsa brandarana öðruvísi líka til að ná þeim betur inn í sjónvarpið. Mér fannst alveg hitta, sko. Já, ok, það er gott að heyra. Sá brandari til dæmis, þú veist, það er bara það trillist eiginlega alltaf á sýningum, sko. Það er, mér finnst það svo fyndið út og svo rólir allir sýningar og svo bara kemur þessi bara og þú bara alveg bara, það er alveg geggjað, sko. Fólk fílar líka mynd bara, þú veist, að það sé smá ró í þessu og síðan kemur einhver meira tempo og síðan aftur ró og tempo og eitthvað svona. Fólk fílar það, held ég, sko. Líka þegar maður sér þetta fyrir sér, maður svona byrja að ímynda sér svona barnið og ég var svona krakki bara, þannig ég fatt að ég bara tengdi við það feitt. En hvernig höndlar þú þetta? Nei, náttúrulega, börnin er svo ung, en hvernig ætlar að, þú veist, hann átt að bara lýsa svona, ekki? Að fara með börn í Alltaf er hann svona frakkinn og slaðið bara í hausinn. Nei, ég reyni að bara vera ekkert mikið með börnum mín eitthvað út í búð, sko. Ég reyna að komast hjá því. Það er bara you-time. Þú lætur bara bíða út í þessu hundana. Já, ég reyndi að, sko, ég tekið þessa 30 ára og látaði hann vera bara með svona barnakörfu. Þá er hún rosa sátt. Það hefur virkað vel hingað til, sko. Mæli með því fyrir alla foreldra að vera með svona yngri börn að bara fara eitthvað þar sem eru svona barnakörfur og leyfi þeim að setja dótið, sko, í körfuna. Það hefur gengið ágætlega.
en annars bara reyni að forðast að allavega ef þau eru þreytt og eitthvað svona bara ekki fara með börn í búð, það bara ef þú kemst hjá því sko. Alveg rosalegt maður pælt í því, þegar maður var alveg krakki maður var að byrja eitthvað shit sko. maður líka að sé alls konar þegar maður vinnur skóla, þetta er bara hræðilegt börnin bara vilja fara heim og borða og sofa sko. bara að ekki orka í það mér var spest að jóki með hriðverka þannig þú veist að fara í security check og þú veist ég náttúrulega það eru mörg svona önnur grín sem eru kannski meiri uppaldi á mér en ég myndi segja að þessi brandari er svona brandari sem bara hefur verið sem hittar svona best þú veist bara sem er bara oft nefndur við mig skilur myndi ég segja Herru, henda ykkur nokkar spurningar Herru, fyrst ferðu í rektina gott, ég var að byrja aftur núna við erum búin að svara því ég er búin að heita því að fara 3 sinnum í viku á stigavélina byrjum þar það er góð byrjun Herru, hvernig er að vera með gleru Harry Potter svona Harry Potter gleru eða hvað, nei já, ég er náttúrulega á nokkrar umgjarðir sko mest með þessa dagana ég hef alltaf verið sko, ég er góðu vinnur Önnu Þóru í Sjáðu á Körfusgötu hún er rétt skriðin upp á 60 og hérna hefur verið uppistandi og svona og mikill partypinni hún rekur glerugnabúð með manninu sínum þannig að ég átti miklu viðskipti við hana ég hef alltaf fílað að vera með glerugu byrjaði með glerugu í 10. bekk afsakið og hérna, mér varst ég bara, þú veist, mér skrýtaður ekki með glerugu og hérna, ég myndi aldrei fara í laser eða neitt svoleiðis þetta er bara pirrandi ef ég, þú veist, ætlaði mér að fara í körfubolta eða fótbolta eða eitthvað með félagunum þá það eru einu skiptin sem að mér stakka svona pínu pirrandi það er með svona sundgleru en þú veist, ég er ekki eins og með það slæma sjón sko. Það er fólk sem er verri sjón en ég en bara neitar að láta glerugu og eitthvað svona og er samt ekki með linsur og ég bara skilða það ekki Ertu með eitthvað svona mínus plus eða hvað heitir þetta? Ég man ekki hvað er með mínus 1,5 eða eitthvað Já, bara eitthvað pínu ég var eindir í mælingu bara núna í gæra fyrradag ég er með eitthvað svona smá sjónskekkju núna líka en mér er bara geggja að vera með glerugu sko. sem bara getur fengið sér ný og bara glerugu var cool, þetta er svona part of you ég mæli bara farið sjáðu á Körfusgötu og hittu Önnu Þóru sko. bara reddar ykkur, það er allir fallir með góð glerugu allir tjekka því Herru, varstu í útvarpi? Já, ég hef verið í útvarpi ég var á 101 í smásnund þannig að útvarp 101 sem að var sem er held ég ekki lengur í gangi Nei, ég held ekki síðan hef ég verið ég var eins og með það sem heit sumarsögur á Rás 2 á sunnudögum í 1 mánuð tók við tölvu eitthvað lið og eitthvað svona bara mjög fyndið sko bara segja sumarsögur já, bara eitthvað svona einhverja sögur af sér og sumarsögur og það tekið þá í RÚV, eða ekki? Jú finnst þið eins og tók svona viðtöl þá? Já, hvernig fannst þið það? Mér fannst það bara fínt bara mjög fínt, mér finnst alveg gaman að spjalla við fólk og spyrja spurunum úr það er gaman sko en ég veit ekki hvort ég myndi endilega þú veist, leggja eitthvað fyrir mig að þú veist, ég er ekki með neitt hlaðvarp eða neitt svoleiðis sko og það er bara mitt, þú veist, ég er eitthvað svona ég veit ekki hvað ég, þú veist, nenni að vera að heyri fólki og tala við það og eitthvað, þú veist ég veit það ekki, en mér finnst það gaman sko mér finnst gaman að tala við fólk og svona en þú veist, ég fór ekkert lengra með það sko síðan alltaf bara ég farið fullt af viðtölum og eitthvað allt en 4, það er YouTube Já, einmitt, það er eitthvað útrúlega að fyndið að þú veist, það er eiginlega eina sem er á YouTube af mér eitthvað, það er bara eitthvað gamalt viðtal á N4 sem bara flott sko það er bara nýbyrjaður uppistandi sko mjög ung, þú veist að eiginlega breytist ekkert í útlið Nei, raun og verið ekki Ertu 20 ára þar eða? Já, ég held, 20 ára 2019 Bara við á næsta ári sko Bara við á næsta ári sko Já, ég var bara 20 bara, þú veist, tala ekki neitt sko en það var bara flott Hvar var þetta? N4? Þetta var á Akureyri Já, þetta var á Akureyri Já, þetta var hérna Norðurland eitthvað svona, en ég held að þessi stöð sé ekki til Nei, fór ekki eitthvað á hausinu Já, ég held það Það fekk ekki styrk og eitthvað dæmi Já, ég veit ekki hvað það er sko Ég hef aldrei hægt það Mér varst leiðilegt að þetta var svona Já, þetta var bara ferskt Já, þetta var svona Kaffi en þá heitt það? Mikið content eitthvað svona Nei, það var svona létt kalt Já, ok, já Kalt kaffi, fínt maður Já, ok Ertu nískur? Ég held að sé vera með út frá þessari sýningu eða þetta var svona með ég var mjög nískur eða svona ég sýndi ráðdeildir ekstri getur við sagt ég var mjög svona fókusir á það að eignast íbúð og eitthvað svona og hérna
en ég svona síðan hefur þetta breyst þú veist, síðan á maður börn og maður eitthvað, þú veist, ég verð að passa eitthvað til í ískápnum og bara vera eðrileg manneska, sko, þú veist, ég nenni ekki að getur ekki verið úlingur lengur bara með eina mjólk nei, þú veist, ég var oft pælt í að ég byggja eitt, sko, þá myndi ég bara ekki eyða í eitthvað svona alls konar ískapurinn væri bara svona bara eitthvað pílur nei, en þú veist, ég ekkert ískur en ég bara svona, ég reyna að fara vel með og mér finnst það mikilvægt, en mér finnst mjög mikilvægt að fólk temmi sér, sko síðan tala ég almennt ég áttum alveg á því að sumir eru bara mjög erfiðri stöðu fjárhagslega, sko en bara svona almennt fyrir bara svona hinn hefðbundna mann að reyna að temmi sér að vera með eitthvað sparnað þú veist, eins og prósendalunum, það er að fara svona security og langt flestir eru líka eyða óþarlega mikið í eitthvað ákveðið sem gætu minka aðeins en síðan finnst sömu mikilvægt að gera eitthvað ákveðið, skilur, sem finnst bara mjög gaman að fara út að borða, þá bara alltaf í lagi að þú eyðir það, en þú veist, ég veit það ekki, ég reynir bara að passa þetta hafa eitthvað svona milliveg í þessu, sko bara þess að gera Ertu kaffimaður? Já, ég er kaffimaður, sko varstu nú með orkudrykkuna Ertu bara að skipta sig einhvern svona ég fer stundum svona ef ég er eitthvað á ferðinni svona keiri eitthvað og svona fínt að drekka eitthvað kalt, sko en ég er mest í kaffi langt mest, sko þetta er svo spes, þú veist, ég elska kaffi og það er 7. daginn, en svo elska orkudrykki og það eru ískaldir við veit ekki alveg okkur ég er svona, síðan sko, þetta er vandamál hjá mér og því að mér er náttúrulega bara vatn mjög gott en það já, mér finnst vatn er fucking gegn mér finnst vatn svo fucking vant, sko þetta er bara, þú veist, þetta er svona eitthvað sem þarf bara að drekka þetta er svona pynting sko, en vandamáli er að ég á bara mjög erfitt með að þú veist, ég finn það lítið fyrir þorsta þú veist, ég er ekkert ofta eitthvað ég verð að fá mig vatn ég líka, sko, ég þarf alltaf bara svona að standa upp og alltaf þegar ég er bara eitthvað að labba þá fæ ég mig vass þetta er eins og, þú veist, bara í morgun var ég eitthvað alveg rétt að drekka vatn og bara drakk 4 vask og síðan bara, þú veist, þetta er alltaf svona bara, þetta er eins og einhver fíknihegðun eða eitthvað, bara dæli sér vatni, sko en já, kaffi, flott ég þarf líka, ég myndi alltaf bara minna mig á að drekka vatn eða bara eitthvað svona, það er vatn ég finn líka, stundum fæ ég hausverk og það er bara, ég er ekki að drekka eitt vasklas ég fangin bara orkudrykk og eitthvað óvald herðu þú sætti þetta inn mun að sína TikTokið við ætlum að sína hann rækt á TikTokið geggjað þú er búin að sjá þannig já, Snorri og Peggi eru náttúrulega bara góði vinir mínir, sko hefur einhvern veginn bómað á stage já, sjálfsögðu en það geta eitthvað svona, eða hvað, það er svona mér sé bara ekkert mjög langt síðan að ég tók eitthvað alveg hræðilegt af mér, sko hvað er það bara þegar, þú veist, bitt er ekki að hitta já, og bara lélegur audience og eitthvað svona já, náttúrulega, þú veist, ef þú ert út í bæ að gigga þá náttúrulega getur þú líka bara lent í einhverju svakalegu fyllir og þú ert líka illa upplagður og eitthvað svona og það er oft þannig, það er nú ekki oft sem að það gerist sem að bara allt er í góðu standi og allir bara í góðu stuði og bara giggið er hræðilegt, sko það er bara yfirleitt léleg hlustun og svona og þetta sem daginn þá var eitthvað svona bara mikið fyllir í þetta var seint kvöld og ég var sjálfur illa upplagður allir farnir bara, einhvern veginn, bara svona og bara ég einhvern veginn að reyna að tengja við eitthvað og náði ekki að tengja við neitt og var sjálfur einhvern veginn búin að vera að prófa eitthvað nýtt efni og bara búin að vera að vinna allt og mikið og þreyttur og það bara gerist það, sko, maður lærir af því og það er mjög eðlilegt að fólk hugsi þetta er eitthvað sem fólk spyr mjög oft sko hefur lent í þessu sjálfsögðu, allir lent í þessu og þetta er bara partið af þessu jú, og ég meina, ég held að þú veist margir góður uppistandarar úti, sko, reyna að setja sér svona aðstæður þar sem að þeir eru að þjálfa upp nýtt efni að bara leyfa sér að bomba þanniglega, sko já, það er ekki að tala um að það sé holdt eða svona að fá svona skellin já, og maður svolítið svona fer aftur úr rætunar, getur maður sagt, maður svona fer að hugsa hvað var, þú veist, hvað allir þessu var þetta eitthvað hjá mér stundum var maður bara sjálfur bara mjög heimskur og var eitthvað skrítinn með áhöröndur og hvað það er að það var komin út í eitthvað bara einhvern skurð eða þá bara aðstæðuna voru hræðilegar og þú gast ekkert gert í því það er bara fínt það er fínt að lendi það til en þú veist, ef ég væri að lendi það annað hvern dag þá náttúrulega bara væri ég ekki uppistandari og þegar enginn hefði áhuga á því að sjá mig sko. þá er ég líklega lélugur uppistandari það er svolítið lélut að lendi þess að hverju meins degi bara já, maður lendir ekkert oft í einhverju hræðilegu en það kemur fyrir en það var líka skemmtilegasta gig wow,
Þetta er góð spurning. Heyrðu, það var reynda bara fáránlega skemmtilegt gig daginn. Það var í mennta norðan að skemmta sko, og ég fór með sýninguna mína núna í september, Skóra lífsins, fór á Akureyri, Húsavík og tók þetta í leiðinni og það var bara svona síðasta mjög skemmtilega gig svona, hérna, bara kom fyrst upp í hugan, það er fullt af góðum giggum og bara einhverja góðar sýningar eru náttúrulega skemmtilegastar en það var alveg rosalega gaman sko. En það var eitthvað hræðileg ferð út af því að ég var veikur, fekk einhverja matareitrun eða eitthvað, náði Akureyri, rétt svo náði Húsavík, var samt einhvern veginn veikur og það reddaðist, síðan þurfti ég að bruna heim, ég var með félagi mínu sem brunaði heim morgunin eftir og ég þurfti að beila á Sauðárkrók, það var hræðilegt. Þannig að við erum einhverju hérna frá Sauðárkróki sem ætlaði að mæta og bara byðst forlát sko. Ég kem einhvern tímann aftur síðar. Herru, af hverju hefur þú svona harkalegar skoðanir á perum? Ég hef ekkert svona harkalegar skoðanir á perum en ég held bara, þú veist, flesti tengi við þetta eitthvað, þú veist bara alltaf þegar eru keyptar perur inn til mín, ég meina borðar það enginn og þetta sko, bara skemmist. Það er alveg satt sko. Það er líka bara mjög oft með banana. Já. Það er bara, þeir bara verða bara svartir. Fólk ættir að vera eitthvað sniðugt, eitthvað, heyrðu þessar perur líta vel út og síðan er þetta bara skemmast. Já, síðan bara skemmast þetta allt. Kauðu bara svona fake perur. Já. Það er bara gerfið sem er alltaf skál. Já. Og svo bara emmeringur, spurningamerki. Já. Og þú ert emmeringur. Já, ég er það. Er það gott eða? Ég held að það sé bara fínt sko, það er svo margt annað sko. Já. Hefur þú viljað pröfa fleiri framhaldsskóla eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég raun og veru ekki sko. Nei. Þú veist, ekki fyrst ég var sáttur hana. En þú veist, það er verið fínt að vera mörgum öðrum skólum sko. En þú veist, ég fíla MR og hérna ánæði með námiðar og svona. Varstu með félögunum hana í MR? Já, bara mjög marga vinni þaðan sko. Það er líka aldrei bara svona aðall að vera með einhverju góðu fólki. Já, eignast einn vinahóp og þína vinni og miklu og góðu bandi við þá í dag sko. Þannig að það er bara mjög mikilvægt fyrir mig sko, eiga góða vinni. Já. Og sæki mikið í þá sko. En hvað ráð og svoleiðis eða bara svona? Já, bara náttúrulega bara félagskap og líka bara alls konar ráð og bara þeir eru fyndnir og skemmtilegir og ég fæ alls konar hugmyndir í gernu þá og get borið grínundi þá og svona og núna í auknum mæli náttúrulega bara kona mín sko, hún hjálpaði mig mikið líka. Já. Svona gott nef fyrir gríni sko. Ok, það er gott. Já, mjög gaman sko. Ég sá hann Bjarl, hún er hagfræðingur ekki? Jú. Og er að vinna hjá Hagstofuna ekki? Jú. Það er svona aðeins öðru sér vinna en þín? Já, það er aðeins önnur vinna sko. Aðeins svona kannski ekki eins skapandi, getur við sagt, en hún er nú frekar skapandi típa sko, eða svona. Já. Hún er aðeins meira lifandi en þetta hljómar sko. Já. Já. Heldur þú allir séu skapandi? Ég var að pæla þessum daginn, svona þú veist. I don't know sko. Ég veit það ekki hvort að bæling sé einhver svona andstæða við sköpun eða eitthvað, en síðan eru margir sem eru bældir sem eru skapandi sko, en þú veist það eru margir sem eru ólega mikið bara inn í sér og tala ekki tilfinningar sínar og þú veist, eiga rétt með að segja skoðanir sínar og eitthvað svona, ég veit það ekki. Já. Er það að vera skapandi? Jú, það er náttúrulega. Nei, þú veist, ég er að segja, skilur, ef þú ert tannig þá er kannski minni líkur að þú farir að gera eitthvað skapandi sko. Já. Ég er sammála sko. Ég veit það ekki. En hvernig veit maður þessi skapandi? Ef maður er ekki að gera neitt skapandi. Þú ert skapandi núna, þú ert búið podcast, þá ert þú skapandi. Það er það, ég veit. Þú ert að gera eitthvað svona. Það veist, búa til eitthvað list. Bara list. Já, það er ekki að vera skapandi. Já, en ég meina að þú veist, ef þú ert að vinna Excel-skjali, þá ert samt bara að gera það. Það áttu bara listum að Excel. En hvað finnst þér að vera svona consumer versus creator, skilur? Þú ert að búa til efni hana. Þú veist, maður líður svo margir séu svona og fastur í að bara vera konsúma, skilur við. Já. Og gera ekkert, skilur. Það er svona, maður líður sem ég hafi oft verið bara að horfa og maður Ertu ekki að skróla á TikTok og Reels og eitthvað svona? Já, það kemur alveg fyrir sko, svona þessi aukna mæli þegar maður er að posta einhverju sjálfur og svona, og ég náttúrulega neyti alveg efni sko, bara hlaðvarpa og eitthvað svona, en þú veist. Það er gott, halda fram að hlusta hlaðvarp. Já, en ég veit það ekki, mér veist, ég bý til einhvert efni og fylgist líka með efni sko. Bara frekar venjulegur með það, eða þú veist venjulegur, þannig að fæstir eru kannski að búa til mikið efni, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Jú, ekki. Já, áttum ekki á því hvernig. Nei, ef þú ert að posta Instagram myndir, þá ertu tæknilega að búa til efni eða eitthvað svoleiðis. Já. Nei, ég veit ekki.
það allir einhvern veginn. Já, þannig virkar þetta, sko. Hefur þú pælt í að fara í heimspeki? Það gott ef þú ert þannig uppstandari, kannski? Ég veit ekki. Pælur ekki, ég líka alveg pælið í þetta, þú svona skóli lífsins og eitthvað. Ertu það að pæla okkar mikið í hlutum? Já, ég pælur alveg mikið í hlutum. Fyrir sýningu, þú veist, varstu það að pæla svona smáður einhvern veginn? Já. En þú veist, síðan bara þetta að segja, sko, hvernig fólk pælir í hlutum. Þú veist, ég náttúrulega bara hugsa mikið bara eitthvað drasl, sko. Það er bara eitthvað kjaftaði, skilur. Ég hef bara einhvern tíma í það, sko. Og bara, þú veist. Bara vinna inn. Ég raun og veru, sko. Bara það það sem að fólk vill að ég geri, sko. Pæli umferðarmerkjum eða eitthvað, þú veist, það bara ég bara er þannig gerður, sko. Mér finnst gaman að pæli í einhverju sem að skiptir einhver máli og fólki og eitthvað svona. Þannig að jú, en heimspeki, ég veit það ekki, ég veit ekki hvort það myndi henda mér, sko. Kannski verður það bara mjög gaman. Ég veit það ekki, sko. Ég hef ekki mikið pælt í því raun og veru. Nei. En svona eins og veist að velja sér náma þannig. Núna erum við bara, ég allan heyrstu, ég þarf að fara að velja mér nám. Já. Og þannig að ég hef 7 mánuði til þess. Ég er komið núna fyrsta sinn að ég er ekki að fara að vera í námi núna næstu mánuði. Já. Það er skrítið fyrst mér, sko. Já. Hvernig fannst þér þetta allt svona að velja nám, hætti námi? Óþægilt eða hvað? Mér finnst óþægilt að vera að hætta, ég veit ekki hverju svona... Já, það er alveg, ég skil það alveg, sko. En er það ekki bara að þú veist ekki hvað þú ætlar að gera? Jú, þú veist að það er að fara í uppistand. Já, þá var ég svolítið, þú veist, stjórnmálafræði mörguleiti fín, þú veist, en ég getur örugglega notað einhverja af þessum einingum í eitthvað annað, sko. Þú veist, ef ég fari í viðskiptafræði eða eitthvað, þá getur ég örugglega notað þessum aukafag eða eitthvað svona. En ég meina, þú veist, hvað finnst þér gaman að gera, skilur, hver ertu góður í, hvað langaði að vera verkfræðingur eða, þú veist, ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað þú ert að pæla í sjálfur, ekki podcast. Ég held að það sé langt best að finna bara eitthvað nám sem manni finnst áhugavert og skemmtilegt og fara í það og læra það út af því að síðan getur unni við hvað sem er í raun og veru. Þú veist að það er alls konar fólk að vinna alls staðar, sko. Já. Þú veist, ótrúlegasta fólk með ótrúlegustu gráður út allt, sko. Þannig ég myndi ekkert endilega hugsa út frá eitthvað svona hvað þú ætlar að vinna við beinlinis, ekki nema að ég langi að vera læknir eða, þú veist, löggiltur endurskoðandi eða eitthvað, þá náttúrulega þarf að mennta því í því, en veistu hvað ég meina? Já, ég skil. Þú getur verið verkfræðingur. Plís ekki að vera læknir. Nei. Þú er alveg svakalega læknir, sko. Ég myndi lækna þig upp einar. Já, ég myndi aldrei fara að læra að vera læknir, sko. Bara til mig finnst það bara eitthvað. Það er bara, nei. Meðhöndla fólk, sko, ég er góður, sko. Nei, ég ætla ekki að vera læknir, sko. Ég vissi það alltaf. Það var svakalegt, maður. Í framhaldsskóla það var bara náttúrubrauð. Nei, ég ætla ekki að vera læknir. Það er mér svona öll líffræði, svona, ég bara trúi eiginlega ekki á þetta eins og bara þetta er ekki bara anatómía, bara nýru. Bara ég veit ekki hver nýrun í mér eru, ég þarf ekki að vita það, sko. Þau eru einhvers þar ekki. Held það, eða bara, þú veist, það getur þessum er í bakinu, ég veit það ekki, sko. Einhvers þar hér, það er raskinni, það er með 2 nýrur. Ég reyna að borða bara frekar holt og reyna bara að hreyfa mig og ég er bara góður. Sem fer ég til læknis og hann segir mér eitthvað. Þetta er eitthvað talið vera mikið versta í líkamanninum, nýrað. Ef það feilar þá ertu bara fucked. Já, einmitt. Þetta er ástæðan fyrir dagdrykkja eða svona. Mjög reglubundin áfengisdrykkja er ekkert sérlega góð. Í dagdrykkju, já, ég er drukki núna. Af hverju haldi ég að vera að pissa? Hann var að fá sér meira inn á klóstið. Já, ég er staupa mín. Þess vegna er ekki kaffinu, sko. Já, nei, en eins og kaffi er svona losandi. Ég er ekkert viss að sko mikið kaffi sé endalega gott fyrir nýrun. Ég veit ekki alveg líka með að hreinsa út. Já, þú veist, bara orkudrykkjur og ég held að það bara ekkert í dag er holdt, sko. Nei. Nema perur. Já, nema perur, svona trefjar, sko, nei, sko, þetta er eins og áfengi, það er mjög áhugavert, sko, til að mikið vera að ræða áfengi og áfengi búðir og svona, sem að ég nenni þanniglega ekkert á mikla skoðun á, en þú veist, í raun og veru er skárri vínmenning að mörgu leyti að fólk drekki sér bara fullt einu sinni mánuði og fara bara hauga fullir í, en að það sé að drekka 3 sinnum í viku lítið einu, sko. Það er bara miklu verra fyrir líkamann að það. Ég er miklu meira fyrir það að bara taka bara 5 helgar á ári bara með vinum mínum. Þá var frekar, þú veist, drukkið sterkara eitthvað í staðan fyrir að drekka hverjum einast degi. Það er miklu óhaldari. Það er alltaf óhaldari fyrir líkamann að þér. Þú veist, ég má þetta bara deilum allt, skilur, og hvað er góð menning og bla, sko. Þú veist, svo er bara allt óhald. Það er bara allt. Þú veist, skorpulífur að aukast heilmikið hérna á Íslandi og svona. Hvað segir þú, hvernig? Skorpulífur og svona. Bara lífurinn á þér eitthvað, bara þotnar upp eða eitthvað og hættir að virka. Interesting.
maður nennir ekki að pæla í sko. Þetta bara eitthvað svona. Nei, ég held að það sé best bara. Þetta bara eitthvað sem maður nennir ekki að pæla í ef maður ekki að díla þetta eitthvað, ég veit ekki. Nei, ég bara hef ekkert mikið áhuga að segja fólki nákvæmlega hvernig á að gera hlutina sko. Bara hættu að drekka maður. Þú vilt drekka rauðvín hverjum einsta degi, það bara gerur það sko. Það er bara flott. Svo eitthvað kona sem liði til einhver hundróku að segja það, þú átt að gera það þegar hún drakk rauðvín. Þetta er bara allir með eitthvað bara, ég veit ekki. En hvað er svona í framtíðinni? Hvað er þetta að gera? Heyrðu, ég er núna, eins og ég segi, bara svona frekar rólegur og planið er núna, ég er að fá nýtt lítið skrifstofur í mig sem ég ætla að byrja að mæta í og vinna, bara skrifa. Finnst það betra, svona þurfa að mæta hvert í vinnu? Já, ég held að sé svolítið nauðsynlegt fyrir mig. Og svo var ég með sýningu næsta haust þannig að haustið 2024. Komið nafnað? Nei, það er ekki komið nafn en það er bara allt í vinnslu það verður svona tilkynnt síðar þannig að ef það er einhver hérna sem er að hlusta eða horfa að eitthvað sem hefur ákvað því að bara fylgja mér á miðlum og annað. TikTok, setur þú TikTok? Já, þetta verður á TikTok. Setur þetta á TikTok? Það verður svona auðlýsing. Það verður gott held ég. Þannig að hérna það verður veisla sko, þannig að ég er bara að fara að vinna í því nýri sýningu og hún fyrir sögulöng tíman bara í voru eða eitthvað. Já, þegar byrjum við svona nýja sýningar, þú veist, byrjar það þá á henni og allt og þá erum kannski pikkað upp í svona special á Sjón Símans eða Stöð 2 eða eitthvað rugl en eða heyrti þér fyrir hvort þú sett með einhver sýningu framöndan. Svo þetta gerðist bara svolítið með einhverju samtali þegar þetta var eiginlega byrjað sko. Síðan veit ég veit ekki alveg hver staðan verður með hitt, hvort að næsta sýning verði nákvæmlega tekin upp strax eða hvort það verður eitthvað tekið upp síðar eða hvort að einhver hafi sambandið með hvort að ég þurfi, þú veist, ég veit það ekki alveg það kemur allt bara einhvern veginn. Já, það er bara í vinslu sko. Ég er bara svona, er ekkert mikið að pæla í akkurat núna fyrir kannski 9 ári bara að pæla í því. Þannig ný sýning á næstunni næsta ári. Já, maður segja það og tjekka Skóla lífsins á Sjón Símans, ekki? Bara takk kærlega fyrir að koma. Þetta sé bara ánir klárir. Bara takk fyrir mig, gaman að sjá ykkur. Bara takk fyrir að koma maður.